Stefán Sturla æfir kraftlyftingar hjá Massa í Njarðvík. Hann segir aldur ekki skipta neinu máli í sporti eins og lyftingum, eins og Eyþór Sæmundsson blaðamaður komst að þegar hann ræddi við Stefán Sturlu á dögunum. Segðu mér Stefán, hvernig kemur það til að þú ferð að rífa í stálið á sínum tíma? Ég var að æfa frjálsar hjá IR í Reykjavík. Ég byrjaði þar í mars 77 og þar hjá Guðmundi Þórðarsyni, frjálsarþjálfara IR og þar var lyftingasalur undir Baldursáanum í stúkunni í Laugardal og ég þar kveiknaði áhuginn á að lyfta og hlaupa og æfa frjálsar og síðan það sumari 79 þá var allt lokað þá var bara sumarleyfi, allt lokað í Laugardalum í stúkunni og lyftingasalur. Þá fór ég yfir í Jakaból sem var næsta hús við Valbjarnarvöll og fór að æfa þar. Þar hitti ég öflugustu menn Íslands og heims jafnvel? Já, til heims, seinna var sko. Og þar, ég rölti frá Valbjarnarvelli yfir í þetta var lyftingardeild KR sem var með þetta og ég keppti fyrir KR á tímabili og þarna voru hrikalegir lyftingamenn, kraftlyftingamenn og ólympískir lyftarar og þar kynntist ég Jón Páli. Þá var ég verið 19 ára og hann 20 og upp á því fórum við að æfa saman og borða saman og éta það. Svo eitt seinna með þá fórum við að búa saman og það var minn fyrsti sambýlingur, það var Jón Páll Sigmarsson. Leigðum kjallarinn hjá mömmu og æfðum saman og gerðum allt saman, bestu vinir. Sambúðum með Jóni Páli, ég get ekki sleppt að spyrja það út í það. Hvernig var það? Tveir ungir menn sem gerðu kannski lítið annað en að lyfta og borða eða? Já, það var þannig, við æfðum alla daga nema sunnudaga og við fórum saman í innkaup, Kaupmannahöllinu og niður í Glæsibæ. Og ég var með þá svona 5 lítra mjólk á dag, hafa með svona 8-9 lítra. Og eina vikuna fórum við í 3 hryggi og 2 læri eina vikuna. Þannig að það var mikið étið og það var sitthvort kartón og kókumjólk á dag. Svo var farið niður í sól til Davíðs G. Þorsteinssonar og náði próteinduft. Ég kallaði lítralakki í svona áldunkum. Það var étið þess á milli og þannig að við vorum, það var yndislegu tími að vera með Jón Páli sko. Ekki nema bara yndislegu maður og skemmtilegur og góður vinnur, góður æfingafélag, góður vinnur. Já, var hann svona þessi stóri karakter eins og menn kalla stund? Já, hann mátti ekkert illt sjá og var alltaf kátur og glaður og það var akkurat í eldhúsinu hjá okkur sem þegar maður sagði, þegar hann átti á pönnunni, hann borða ekkert að disk lengur, það var bara pannan, hann eldaði alltaf matinn, hann var góður kokkur og hann sagði að hann var að borða ekkert að læra pönnunni sko. Spjóti, ég ætla að vera sterkasti maður í heimi, ég ætla að vinna kastmaður og þetta er líklega 1981 sem hann sagði þetta sko. Hvað voru lyftingarna svona fyrir þér? Sko, mér var þetta bara alveg rosalega gaman að lyfta, sko. Félagsskapurinn og ennþá dag í dag því ég er að fara á mótin og núna bara daginn, það var móti í Laugardalshöll, Reykjavíkurleikarnir og það er eins og hitta gamla ættingja bara, sko, svona ættamót þegar maður hittir gömlu félagana og menn eru dómarar og aðstofamenn og menn horfa á og hitta gömlu félagana, það er alveg yndislegt sko. Hvað er svona sérstakt við Massa? Já, Massa er ekki ein stór stöð sko, en ég kem hingað fyrir 9 ári, þá er bara mér vel tekið á góður andi hérna og einhver andi, gamall andi sem ég fílaði alveg í botn sko og mjög góða græjur. Það er ekki víða sem þú gengur inn í
líkamsræktarstöð og ert að sjá þessa stöngkjafna, þessa kraftleikastöng, við bestu stöng í heimi, getur besti búnaðurinn. Ég er búinn að prófa í Reykjavík stangi frá Rússlandi, Úkraínu, þetta er ónýtt rast. Þessi stöng getur við átt næstu 10 árin án þess að sjáast á henni. Hérna er besti búnaðurinn og ég var bara alveg að fíla þetta í botn, sko. Og mikið ungu fólki og sem gerir mig það bara ennþá yngri, sko. Þegar ég er dálítið aggressífur, er náttúrulega keppnismaður þegar maður er búinn að búa með fjórfaldur sterkasti manna heims. Þá getur ekki annað að vera keppnismaður í þessu. Hvenær ætlar að hætta að lyfta? Verða það einhvern tímann? Já, ég vona aldrei, sko. Þannig í dag, svo konan var að skjóta mig í gær, sko, að ég sagði, ég ætla nú í massi fyrirmáli, Inga mín, ég hef ekki farið í hálfa mánuð og flensan er að fara úr mér og hún sagði, Æva, þú ert mest að kjafta. Ég heyri það búið sem bara að kjafta við kallar, þið kjafti bara. Svenna og Sverrir og Hemma en ég vona bara að Guð og lökki gefi mig það að ég megi bara vera áfram í þessu farvegi og það er svona smá, ég er svona stefnað, maður hafa alltaf eitthvað markmið, sko. Ég hef alltaf unga fólki, hafa markmið, sko. Það er ekki nú bara að æfa, hafa einhverja yfirsýn hvað maður ætlar að gera, sko. Og mér langar rosalega að keppa því ég er 60, stefna á að það er náttúrulega að þá bæta mig, ég ætla að bæta mig í beygjunni, ég á Íslandsmeti í beygjunni í mínu flokki, í mínu öldungarflokki og bæta það eru 255 kíló, það er ekki neitt, sko. En ég stefna á að vera svona, ef Guð lofar að maður geta keppt aftur 60. Því að menn er að keppa í kraftlyftingum alveg fram í rauðan dauða. Mig langar aðeins að byrja lyfjanotkun. Já. Og þú talar mjög opinskátt það sínum tíma. Já, jú. Og taldir að vera forvarnagildi í því að fólk myndi heyra þína sögu. Já. Þú segir okkur aðeins frá því? Já, ég misnotaði anabólska sterað þegar ég var ungur maður og ég sagði mína sögu í Helgapóstinum á sínu tíma og ég hef ekki séð álíka svona sagt frá að einhver komi og segi frá sinni reynslu af sinni steraneyslu. Ég var ungur maður og vitlaus og ég átti þessa brjósik og það endaði með því að ég var lagður inn á spítala og með mjög léleg nýru, annar nýra mér var nánast óstarfhæft og ég er bara heppinn að bara vera bara hérna megin, sko. Hvernig finnst þér á þeim tíma kannski, hvernig var lyfjanotkun þá í sportinu miðað við kannski núna? Já, mér finnst þetta vera miklu verri í dag, sko. Ég verið mikið var við þetta og þetta er mikið notað og núna er líka verið að menna að nota mikið eiturlyf með þessu, amfetamín. Og þetta er mjög slæmt í dag, sko. Búið að vera í mörg ár og það er enga forvarnir, sko. Nei, vantar meiri umræðu þetta? Vantar allar umræðu, þetta er feimnismál. Ég sé alveg þegar menn að koma hér, ungi strákar, fullir af eitri, sko. Ég beða bara eins og bara að fara eitthvað annað, sko. Ég þekki þetta alveg og menn eru velkomna að æfa hér án lyfja, sko. Við erum lyfjalausi hér í Massa og viljum vera það. Og þetta er mikið vandamál og það eru engar forvarnir. Ekki frá landlækni eða heilbrigðisyfirvöldum. Það er mjög slæmt.